679. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll þann 20. ágúst árið 2024 kl. 17 er hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Ólöf Sandes, Guðbergur Reynisson, Gunnar Felix Rúnarsson og í forsetishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 5 mál, fundargerð bæjarráðs frá 15. ágúst síðastliðnum. Sú fundargerð liggur hér fyrir fundinum til sérstakra samþykktar en hinar 7 fundargerðir bæjarráðs frá 13. júní til og með 8. ágúst eru hér til umræðu en ekki til samþykktar þar sem bæjarráð fór með fullnaðar afgreiðslu mála fyrir hönd bæjarstjórnar í sumarleyfinu sem bæjarstjórn samþykkti frá 12. júní til 14. ágúst. Mál 2 á dagskrá er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. ágúst, fundargerð velferðarráðs frá 15. ágúst, jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2024-2027 fyrri umræða og svo að lokum breytingar á skipum fulltrúa í nefndum og stjórnum. En kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir, forseti býður ykkur öll hjartanlega velkomin aftur úr sumarleyfum ykkar og vonar að þið hafið haft það gott í sumar, eins kalt og það er og var, náða að hvíla ykkur og séð endur nærð. Forseti vil hér aðeins í byrjun fundar fara yfir það helsta sem fór fram hér í sumar og minnast í lokina helstu verkefnin okkar framundan. Og vil forseti hefja leika á 17. júní en þessi fullveldis hátíð okkar Íslandinga er okkur mjög mikilvæg og þurfum að gæta þess að halda þessum fögnuði á lofti. Forseti var með ávarp í skrúðgarðinum okkar og verður að taka hér fram gleðinni við því að skrúðgarðurinn var næstum því fullur af fólki. Mætingin var gríðarlega góð þrátt fyrir rigningu á köflum, svo ekki sé talað hátíðarfund bæjarstjórnar kvöldið og frábæru útihátíðarstemmingunni sem var hér á þaki Hljómahallar síðar kvöldið. Bílastæðin hér fyrir utan voru full af fólki sem virtist vel kunna meta frábæra skemmtun og það er mikilvægt að við komum saman og fögnum þessum hátíðardögum okkar. Mikla þakkir til starfsfólks Hljómahallar og menningar- og þjónustusviðs Reykjanesbæjar fyrir frábæra vinnu við að skipuleggja hátíðina. Í júlí fór fram Íslandsmótið í golfi hjá okkur hér á Golfklúbbi Suðurnesja en golfklúbburinn er 60 ára á árinu og því óska bæjarstjórn þeim til hamingju með afmæli. Vill forseti sérstaklega óska þeim Huldu Klöru og Aroni Snæ til hamingju með titlana sína sem Íslandsmeistari í golfi árið 2024. Þann 1. ágúst síðastliðinn var 7. forseti Íslands vígður, önnur konan í sögu landsins til að bera það embætti, hún Halla Tómasdóttir. Óskar forseti bæjarstjórnar henni innilega til hamingju með embættið og ber þess einlæga ósk í brjósti að frú forseti muni vinna ötullega fyrir land og þjóð, tala upp mikilvægi og metna landsins allan heim, því tækifærin búa vissulega hér hjá okkur. Á sama tíma vill forseti þakka Guðna T.H. Jóhannessyni kærlega fyrir vel unnin störf en það verður að segjast að hann stóð sig frábærlega vel í embætti forseta Íslands en auk þess þarf að nefna sérstaklega frú Elísu Reid sem var ötul í ferðum sínum og verkefnum fyrir hönd landsins. Bestu þakkir til þeirra hjóna. Í byrjun ágúst fór hópur fólks að mála gangbraut fjölbreytileikans fyrir utan Ráðhús Reykjanesbæjar en það er eitthvað sem við gerum árlega. Þetta er og verður ætíð merkilegu gjörningur til að Reykjanesbær sýni að bærinn okkar stendur með fjölbreytileika fólks, alls konar fólks, alltaf. Það hefur því miður verið áberandi afturför í baráttu hinsegin fólks allan heim en þetta er staða sem við viljum ekki sjá og þróun sem við verðum að sporna á móti. Ísland er og þarf áfram að vera frjálslynt og umburðarlynt land með öllum okkar harðduglegu íbúum sem þrá langflest það sama að upplifa frelsi, samþykki samfélagsins og að vera elskuð. Það skiptir kannski ekki öllu máli í þessu samhengi að mála gangstétt fjölbreytileikans en það sýnir táknrænt að við erum hér að sýna stuðning sem við viljum að íbúar okkar upplifi og sjái. Að verkefnum framundan það voru 2 stórar lóðaúthlutanir sem fóru fram í sumar, annars vegar var samið uppbyggingu 150 íbúða á svokölluðum Suðurbrautarreit á Ásbrú en þar var samið við Kateco Reykjanesbæ og Stofnhús. Svo fór fram lóðaúthlutun Dalshverfi 3 þar sem dregið var úr 215 umsóknum 14 lóðir sem töldu alls 101 íbúð.
Nú styttist óðum í að heimavöllur Njarðvíkur í Stapahöllinni verði formlega opnuður en framkvæmdir hafa staðið yfir í allnokkuð tíma en nú sér að lokum þeirra. Það verður einstaklega gaman að mæta á heimaleiki Njarðvíkur í nýjum sölum félagsins en auk þess fær Stapaskóli íþróttahús og síðar sundlaug. Verið að vinna í því að kaupa nýtt gervigras inn í Reykjaneshöllina og framkvæmdir halda áfram í leikskólamálum en í haust mun Reykjanesbær opna 3 nýja leikskóla, Drekadal í Innri-Njarðvík, Aspalaut í Hlíðahverfi og Skólavegur 1 í miðbæ Keflavíkur. Erum við öll gríðarlega spennt fyrir haustin okkar framundan og þessar opnanir í leikskólanum eru liður í að ná markmiðum okkar að taka inn yngri börn á leikskólan okkar og verður fróðlegt að fylgjast með því. En skemmtilegt og athafnamikið haust bíður okkar, það liggur alveg ljóst fyrir. Það er ekki skortur á verkefnum hér. Nú en þá hefjum við hér formlega dagskrá bæjarstjórnar og gefur forseti orðið laust til fundagi bæjarráðs frá 15. ágúst síðastliðnum en minnir aftur á að hinar fundagerðirnar eru hér opna til umræðu en þó ekki til formlegar samþykktar. Orðið er laust. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta fundargerð bæjarstjórnar frá 15. ágúst síðastliðnum við salaskeiðum ekki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Bæjarráðs. Bæjarráðs. Sagði bæjarstjórnar. Afsakið bæjarstjórnar. Bæjarráðs. En þá erum við komin hér að fundalið númer 2 fundagerð umhverfis- og skipulagsráð frá 9. ágúst síðastliðnum en áður en við förum hér formlega yfir fundadagskránna frá 9. ágúst þá liggur fyrir fundin eitt mál frá fundinum þann 9. júlí sem þurft að bera upp til sérstakra samþykktar en það er 23. mál fundarins 9. júlí reglur umhverfisviðurkenningar. Þetta eru nýjar reglur og þar af leiðandi þurfa þær að vera samþykktar sérstaklega en þær snúa að fyrirkomulagi viðurkenninga sem snýr annars vegar að einstaklingum og hins vegar að fyrirtækjum fyrir fallega garða, vel hirtar lóðir og umhverfi. Tilgangur viðurkenningarinnar er að hvetja íbúa Reykjanesbæjar til að hugsa vel nærumhverfi sitt í bænum okkar. Viðurkenningarnar verða auglýstar sérstaklega í júní og afhent árlega á ljósanótt en orðið er laust þennan lið frá 9. júlí. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta 23. mál frá 9. júlí við salaskeiðumerki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar þá snúum við okkur að fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. ágúst en líkt og oftast áður þá eru hér fundalið sem þarfnast sérstaks samþykkis og hefjum við yfirferðina á þeim liðum. En þá byrjum við á öðru máli fundagerðina, grófið og bergið deiliskipulag. Annað mál er opið hér til umræðu. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta annað mál við salaskeiðumerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í 9. mál fundagerðina Hafnargata 27a. Það er opið hér til umræðu, það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál 9 við salaskeiðumerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við fyrir 10. mál, Bjarnavellir 4. Sá fundarliður er opið til umræðu. Þeir sem samþykkt geta fundaliðin með salaskeiðumerki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í 11. mál, Hringbraut 94, orðið er laust. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta 11. mál með salaskeiðumerki. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir mál nr. 13, Seilubraut 1. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál nr. 13 með salaskeiðumerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir mál nr. 14, ný innkeyrsla við hús á Tjarnargötu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál nr. 14 við salaskeiðumerki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú síðasta mál sem við þurfum að afgreiða sérstaklega er mál nr. 15, Fitjabraut 6D, óskum endur upptöku máls. Sá fundaliður er opinn hér til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta mál nr. 15 við salaskeiðumerki. Það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú fundagerðin er opinn til umræðu að öðru leyti.
Forseti vill aðeins minnast á mál númer 1, stefna starfsmannaíbúðir á Suðurnesjum, en þarna má finna tillögu að stefnu starfsmannaíbúðir og gistimöguleika á framkvæmdasvæðum, en þessi tillaga unnin af VFS og ráðgjöf sem samstarfsverkefni milli Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar. Þetta mjög athyglisvert skjal og þarna eru nokkrar tillögur lagðar fram. Til dæmis að markmiðum starfsmannaíbúðir að á Suðurnesjum verði nægt húsnæði til fyrir öll þau sem þar vilja búa og starfa, að allir íbúar geti tekið þátt í samfélaginu og hafi aðgengi að góðu nærumhverfi, verslun og þjónustu. Íbúðarhúsnæði sé byggt upp innan núverandi þéttbýlismarka og önnur slíkar tillögur. Það sem var athyglisvert í skýrslunni að þegar litið er til þróunar vaxtar má sjá að meðalfjölgun á ári frá 2017 til 2024 var 5% í Reykjanesbæ og 3,5% í Suðurnesjabæ. En heildarfjölgun á þessu 7 ára tímabili var 37% í Reykjanesbæ og 23% í Suðurnesjabæ, sem verður að telja gríðarleg fjölgun íbúa á ekki lengri tíma. Þegar kemur að starfsmannaíbúðum markhópurinn oftast fólk sem kemur hingað í leit að atvinnu og eru komin til þessi fótum á svæðinu, mörg þeirra nýkomin til landsins. Þannig að þetta athyglisvert og að mörgu að huga og því mikilvægt að taka máli föstum tökum, en umhverfis- og skipulagsráð hér að vísa þessu máli til nefnda og ráða Reykjanesbæjar til að fá umsögn málið. Undir lið 5 aðaltorg M12 breytingu á aðalskipulagi, þarna búið að auglýsa vinnslutillögu fyrir breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér að stækka landnotkunarreit M12 4,25 hektara svæði og auka þar með heildarbyggingamagn í 100.000 fermetra, sem felur í sér heimild til að byggja 450 íbúðir af svæðinu. Þar af eru 138 skilgreindar sem þjónustu og öryggisíbúðir fyrir eldri borgara. Þarna umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja að lögð verði fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi ásamt því að íbúafundur verði haldinn á auglýsingatíma sem þarft þar sem talsverða breytingu á svæðinu að ræða. Orðið laust svona í blá lokin fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það hefur enginn kvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerðina frá 9. ágúst selast gefumerki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við fyrir 3. mál fundarins, fundargerð velferðarráðs frá 15. ágúst síðastliðnum. Orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það bjart yfir Reykjanesbæ og við erum komin hér eftir yndislegt sumar eða allt yndislegt nema veðrið. Og gott að sjá ykkur. Ég kem hérna upp undir þessari fundargerð velferðarráðs vegna málefni heimilislausra smáhús. Og nú heldur einhver að við ætlum eitthvað að fárast yfir því, alls ekki. Þetta gott mál og nauðsynlegt. Það sem að skipti gríðarlega miklu máli í svona viðkvæmu málaflokki, að því að við vitum það var mikil umræða smáhúsin í Reykjavík og við þekkjum það öll að borgarfulltrúi Heiða Hilmarsdóttir var mjög mikið í fjölmiðlum að því að það virtust allir borgarbúar vilja að smáhúsinu myndi vera reist en ekki í mínu bakgarði. Þannig að þetta áskorun. Við erum búin að vera með smáhýsi. Það stendur í fundargerðinni reyndar að það hefur gefist nokkuð vel en ég held að það hefur kannski ekki gefist eins vel eins og við hefðum viljað, kannski staðsetningin og annað, að það eru eilífar athugasemdir og þess vegna skiptir gríðarlega máli og þess vegna stend ég hér að vinna þetta vel. Að vinna þetta vel. Það fer í grenndarkynningu, það koma mikið athugasemdum og hvað gerum við svo? Við höfum ekki, að mínu mati, og gott að formaður umhverfis- og skipulagssvið sé hér, við höfum ekki, að mínu mati, verið nægilega góð í samskiptum vegna skipulagsmála. Ef við tölum bara almennt, kannski þetta vaninn, ég ekkert að segja og menn hafa nú margt annað að gera á umhverfis- og skipulagssviði, heldur að tala við alla og ömöðra, en þetta flókið.
þegar að vera að senda í grenndarkynningu, þá verið að senda í grenndarkynningu. Það verið að spurja íbúana. Það verið að spurja íbúana hvort að hitt og þetta, hvort að menn séu sammála hinu og þessu og svo framvegis. Menn leggja vinnu jafnvel í að svara. Það ekkert einfalt. Svara grenndarkynningunni, koma með rök, sín rök, persónuleg rök og oftar en ekki kemur í fundargerð hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þetta fór í grenndarkynningu, þessar athugasemdir búið en umhverfis- og skipulagsráð samþykkir. Og oft það bara skiljalegt, ég ekkert að setja út á það. Helsta gagnrýnin hefur komið fram frá íbúum að menn heyri ekkert. Þeir sem eru í nefndunum, eins og umhverfis- og skipulagsnefnd, þeir segja að það koma góð rök frá starfsfólkinu. En það ekkert endilega fólkið heyri það. Í svona viðkvæmu máli þá svo auðvelt að klúðra málinu ef við vinnum þetta ekki vel með góðum samskiptum. Þegar hefur verið komna fram einhverjar athugasemdir og þá þurfum við eiga samtalið bara þannig að við getum haldið eðlilega áfram. Síðan það líka að ef við erum að reisa og búin að ákveða að setja þetta einhvers staðar, að við síðan þá gera þetta í sátt við þá sem eru með lóðaleigu eða einhverja starfsemi á svæðinu, að menn eru kannski með hitt og þetta sem viðkvæmt þarna og hentar þetta eða getur fært þetta örlítið til þannig að allir séu sáttir og svo framvegis. Ekki klúðra þessu máli bara vegna þess að við erum ekki góð í samskiptum. Þetta allt og mikilvægt mál til þess að gera það. Þess vegna kem ég þetta upp, en aftur glöð eins og sólin í dag. Takk. Gerðu það ekki fyrir þetta. Orðið laust fundargerð velferðarráðs. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem einmitt undir fundargerð velferðarráðs 15. ágúst síðastliðinn. Ég ætla að byrja fyrst á máli númer 1, vettvangs- og ráðgjafateymi Reykjavíkurborgar, eða vorteymisins. Þar fengum við kynningu frá Soffíu Hjördísi Ólafsdóttur, deildarstjóri HMF Þ, sem heimilislaust fólk með miklar þjónustuþarfir og flóknar þjónustuþarfir. Hún hérna deildarstjóri þeirra og undir þessum lið þá sat Kjartan Már bæjarstjóri og Ásdís Rán Kristjánsdóttir verkefnastjóri velferðarþjónustu. Og vorteymið teymi sem aðstoðar fólk sem heimilislaust og með vímuefnavanda og geðvanda. Teymið veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning á vettvangi. Þetta teymi sem var mótað árið 2018 hjá Reykjavíkurborg og mótaði stefnu þjónustu velferðarsviðs við heimilislausa og málaflokkurinn HMF var þá stofnaður í kjölfarið og vann samkvæmt metnaðarfullri stefnu með það markmiði að bæta lífsgæði fólks og unnið var þá að skilgreina heimilisleysi. Vorteymið í Reykjavík tekur við beinum frá þjónustu frá ýmsum aðilum, til dæmis frá ráðgjöfum á miðstöðum velferðarsviðs, Fangelsismálastofnun, Frú Ragnheiði og fleira. Starfa meðal annars með fólki í neyðarskýlum, smáhúsum og í íbúakjörnum. Og þá líka samstarfi ráðgjafa á miðstöðum velferðarsviðs og bregst við aðstæðum þegar þarf á að halda. Teymir veit einnig ákveðum hópi fólks í sjálfstæðari búsetu, stuðning og ráðgjöf. Í anda hugmyndafræðarinnar húsnæði fyrst eða housing first á ensku. Og þá kem ég líka að málefni númer 2, eða mál 2, málefni heimilislausa, smáhús. Þar kom Ásdís Rán Kristjánsdóttir, verkefnastjóri í velferðarþjónustu,
Gunnar Kristinn Ottosson, skipulagsfulltrúi og Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu á fundinn. Og hún Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, kynnti niðurstöður grenndarkynningar vegna staðsetningar smáhúsuna við Hákotstanga. Og þá bókuðum við bara í sameiningu í þarna, með leyfi forseta, ætla ég að lesa það upp. Eitt af fjölmörgum hlutverkum sveitarfélagsins er að leysa úr brýnum húsnæðisvanda fyrir okkar íbúa sem eru ekki fær það sjálf. Til að greina þörfina sem til staðar hefur starfsfólk velferðarsviðs unnið þarfagreiningu á stöðu heimilislausra í Reykjanesbæ. Sú vinna hefur verið til fyrirmyndar og niðurstaða sú að byggja þar fleiri smáhús í sveitarfélaginu. Auk þess þarf að fara í markvisst af stað með nýja þjónustu fyrir einstaklinga með miklar þjónustuþarfir og ætlað að slík þjónusta sinni helstu málefnum þessa viðkvæma hóps. Varðandi staðsetningar smáhúsana var farið af stað til að finna staðsetningu fyrir húsin og hanna smáhúsin með þarfir skjólstæðinga velferðarsviðs sem glíma við fjölþættan vanda í huga. Lagðar voru til nokkar staðsetningar víðs vegar sveitarfélagið og urðu Hákotstangar og Grófinn fyrir valinu. Ákveðið var að byrja á Hákotstungum. Horft til bresku hugmyndafræðinnar Housing First, sem aðferð til að hjálpa skjólstæðingu velferðarsviðs sem glíma við heimilisleysi með húsnæði og stuðningsþjónustu. Þar aðgengi að varanlegu húsnæði í forgangi með sérsniðum opnum stuðningi við íbúa þar sem áhersla er lögð til að efla þau til virkni í samfélaginu. Úrræði smáhúsa sem slík eru ekki ný úrræði og þau hafa verið til staðar í Reykjanesbæ í nokkur ár og gefist nokkuð vel. Reykjavíkurborg hefur verið að fjölga slíkum úrræðum í borginni og hefur reynst vel að mestu leyti. Aðalatriði er að íbúa okkar sem eiga við fjölþættan vanda að stríða fái öruggt skjól og samastað. Engin dæmi slík úrræði lækki fasteignaverð í viðkomandi hverfi. Hér við að slá verndarhendi yfir okkar viðkvæmasta hóp og vonist til þess að þessi hópur upplifi kjölfarið öryggi og skjól í sinni tilveru. Þau sjónarmið sem framkoma í niðurstöðum grenndarkynningar eru vel skiljanleg og eðlileg í ljósi þess að hér hefur verið að byggja upp þjónustu við stækkandi hóp íbúa í sveitarfélaginu. Þjónustu sem hefur verið lítið sýnileg og mikilvægt að byggja upp af kostgæfni. Hægt að taka undir þær ábendingar sem framkoma að vegalengd í nærþjónustu og almenningssamgöngur lengri en best á kosið en önnur atriði þóttu vega þarna upp á móti við val á staðsetningu, meðal annars góð gönguleið og að almenningssamgöngum og heilsugæslu fyrir einmitt á svæðinu. Áhersla lögð á húsnæði sem í byggingu fyrir þetta verkefni sé vistlegt og falli vel að umhverfinu. Varðandi þjónustu við þennan notendahóp í undirbúningi og koma á nærþjónustu og ráðgjöf við íbúa smáhúsana með áherslu á batahugmyndafræði og skaðaminnkandi nálgun. Og þarna settum við líka undir í fundargerðina að velferðarráð bendir íbúum á að hafa samband við starfsfólk velferðarsvið spurninga vakna. Og þá vil ég líka koma að hvernig mætum við áhyggjum samfélagsins. Það að taka á móti öllum viðbrögðum og áhyggjum af virðingu. Bregðast við með samtali, maður og mann. Mikilvægt að gefa þessu skrefi góðan tíma og athygli og bjóða upp beint samband við starfsfólk velferðarsviðs. Vinna í samstarfi við aðrar stofnanir og samtök og markmið velferðarsvið að bæta lífskjör notenda okkar með því að við erum að tryggja öruggara og betra samfélag fyrir okkur öll. Og þá kem ég að bara máli 3, sérstakur húsnæðisstuðningur.
Þarna var tillaga um breytingum á sérstökum húsnæðisstuðningi sveitarfélagsins lögð fram. Þann 17. maí 2024 voru samþykktar á Alþingi breytingar á lögum húsnæðisbætur nr. 75/2016 og markmiði lagabreytingar var að styðja við núgildandi kjarasamninga til 4 ára á almennu vinnumarkaði með því að hækka húsnæðisbætur og auka þannig ráðstöfunartekjur heimilanna og draga úr íþyngjandi húsnæðiskostnaði leigjenda. Og þarna var einmitt verið að það var lagt til að samþykkt yrði breyting á 31. grein reglna Reykjanesbæjar félagsþjónustu sveitarfélagsins sem fjallar fjárhæð og greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings. Og þá það hækkunin til samræmis við hækkun á almenna húsnæðisbóta 25%. Þarna var líka heldur, lagt til að breytingin taki gildi 1. júní 2024 og ekki gert ráð fyrir að þessi 25% hækkun hafi áhrif á fjárhagsáætlun ársins, heldur eingöngu verið að tryggja að hækkunin sem Alþingi samþykkti skili sér fullu til leigjenda. Og þetta var einmitt vísað til bæjarráðs. Dagdvalir aldraðra Reykjanesbæ, mál númer 4, ætla aðeins að fara við það. Þar Margrét Arnbjörg Valsdóttir, teymisstjóri stuðnings- og öldrunarþjónustu og Kristín M. Hreinsdóttir, deildarstjóri dagdvalar, þær mættu einmitt á fundinn. Og tillaga breytingu og sameiningu dagdvalar Reykjanesbæ lögð fram, óskaði eftir því að við bæjarráð verði farið í hönnun húsnæðis á jarðhæð og útivistarsvæði Nesvalla fyrir þær dagdvalir sem Reykjanesbær rekur í dag, til að hægt vera að fullkomna möguleikann á nýtingu líka Nesvalla fyrir sameiningu dagdvalara í Reykjanesbæ. Og langar mér að þakka þeim stöllum fyrir góða kynningu og bara tillögu. Og við mælum með því að tilnæðin verði samþykkt en vísaði til bæjarráðs. Síðan það bara mál 5, það mælaborðið. Og þarna í júní á þessu ári fengu 209 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ, en á sama tíma 2023 fengu 309 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð. Þannig að það vonandi að sé hækkandi sól hjá þessu fólki. En já, annars var það ekki fleira. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið laust. Nú, forseti vill koma undir 3 atriði í fundargerð velferðarráðs varðandi lið 4 dagdvalir aldraðra í Reykjanesbæ. Þá lýst forseta ágætlega á þá hugmynd að sameina dagdvalir aldraðra á sama stað. Það felur í sér ákveðna hagræðingu og einfaldar ýmis atriði líkt á starfsmannamál. En við munum, líkt og bæjarfulltrúi Sigurðs fór yfir hér áðan, taka þessa beiðni fyrir formlega í bæjarráði og ræða nánar. Nú, forseti vill tala hér fundalið nr. 2, málefni heimilislausra smáhús. Þetta mál sem við þurfum að taka alvarlega og það alveg hægt að taka undir það að upplýsingagjöf til íbúa megi vera betri. Við getum alveg skoðað það. En heilt yfir vill forseti minna íbúa Reykjanesbæjar og bæjarfulltrúa og þeir sem að hlusta og hver sem vill heyra að með stækkandi samfélagi þá mun samsetning bæjarins okkar breytast. Við munum vera hér með íbúa sem hafa ekki íslensku sem móðurmál. Við munum vera með íbúa sem að glíma við geðsjúkdóma. Við munum vera með íbúa sem eru með fatlanir, íbúa sem eru góðir í fótbolta og íbúa sem eru hræðilegir í fótbolta. En það allt í lagi. Það allt í lagi að við séum ekki öll eins. Það allt í lagi að sum okkar eru efnuð og þurfa enga aðstoð, og meðan sum okkar eru fátæk og þurfa mikla aðstoð. Aðrir eru í virkri daglegri neyslu, sum komandi úr hrikalegum aðstæðum eða upplifunum og það líka allt í lagi. Skyldan okkar að taka móti okkar íbúum með opnum örmum, að reyna okkar besta til að allir eða sem flestir geti blómstrar í okkar frábæra bæ. Það að fólk upplifi erfiðar aðstæður í lífinu réttlætir ekki að við snúum við þeim bökum, bara alls ekki. Það okkur ekki til framdráttar og það ekki anda íslensks samfélags sem hefur í áratugi reynt að aðstoða okkar fólk við að koma sér á lappirnar.
Þessi viðkvæmi hópur sem þarfnast þessara smáhúsa er hópur sem við þurfum að taka utanum. Þetta er okkar fólk og okkar íbúar og við afneitum því ekki í eina mínútu. Þurfa þau aukna aðstoð? Já, getum við veitt hana, vissulega. Er það í hag okkar samfélags? Tvímælalaust. Svo forseti tali líka máli efnahags, þá er það ódýrara til lengri tíma að koma með þessa lausnir heldur en það sem við höfum verið að gera, meðal annars að leigja rúm í gistiskýli hjá Reykjavíkurborg sem er kostnaðarsamt og við að með minnir leigjum það rúm á hverjum einasta degi. En það er ekki ástæðan sem við erum að horfa í þetta mál. Ástæðan er óöryggi og varnarleysi þessara íbúa sem eiga sér ekki fastan samastað. Og við sem velferðarsamfélag getum ekki starfað þannig og ættum ekki að gera það. En fordómar og hræðsla við hið óþekkta er nokkuð eðlilegt og skiljum við það öll. En gefum þessu frábæra framtaki tækifæri, bjóðum fólki okkar velkomið og bjóðum þjónustu við hæfi til aðstoða þau. Til þess að við getum gert líf þeirra einfaldara, auðveldara og helst sem allra best. Það snýst velferð, það snýst manngæska og það snúast gildi Reykjanesbæjar sem okkar allra besta bæ. Við þurfum að fara vel í þetta mál, horfa í gagnrýni og horfa í raddir okkar íbúa að sjálfsögðu. En þetta er hópur sem að þarfnast okkar allra mestu aðstofar og það erum við að gera með þessu gríðarlega mikilvæga máli. Og forseti kann að meta samstöðu hér bæjarstjórnar í þessu máli og vonar að við fáum góða reynslu af því til framtíðar. Orðið er ennþá laust í blálokinu fundargerð velferðarráðs. Það hefur enginn hvatt sér hér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 15. ágúst vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að 4. máli á dagskrá, æsispennandi jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2024–2027 fyrri umræða. Forseti fylgir áætluninni hér úr hlaði en jafnréttisáætlunin gildi frá 2024–2027 og tekur til stjórnkerfis Reykjanesbæjar, starfsfólks og næri við þá þjónustu og starfsemi sem veittir íbúum bæjarins. Markmið áætlunarinnar er að leggja áherslu á jafnan rétt kynja til launa, stöðuveitinga, starfa og þátttöku í nefndum og störfum meðal allra starfsstétta sveitarfélagsins. Jafnræðisregla stjórnarskrána nr. 33 frá 1944 er grundvöllur jafnréttisáætlunar Reykjanesbæjar en þar segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Einnig kemur það fram að konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Bæjar á Reykjanesbæjar fer með jafnréttismál sveitarfélagsins en eftirlit með jafnréttismálum er í höndum mannauðsstjóra. Í áætluninni kemur fram að Reykjanesbæjar sem einn stærsti atvinnurekandi á Suðurnesjum ber mikla ábyrgð á því að stuðla jafnri stöðu kynja á vinnumarkaði. Störf innan Reykjanesbæjar skuli standa öllum kynjum til boða og stefnt skal að því að jafna hlutfall kynja í öllum starfshópum, einkum í stjórnunarstöðum hjá sveitarfélaginu. Ef úttekt á kynja hlutfalli leiðir í ljós að hallar á eitthvert kyn í viðkomandi starfsgrein skal það kyn sem er í minnihluta að jafnaði ganga fyrir við ráðningar í störf þegar umsækjendur eru jafnhæfir því á vinnustöðum Reykjanesbæjar skal ríkja jafnrétti. Taka skal fram að bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti jafnlaunastefnu fyrir sveitarfélagið þann 15. nóvember árið 2022 sem tekur til alls starfsfólks Reykjanesbæjar þar sem kveðið er á að öll kyn skuli njóta sambærilegra kjara og réttinda. Greiða skal öllum kynjum jöfn laun fyrir jafn verðmæt eða sambærileg störf og sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusvið er ábyrgur fyrir því að gerð sé greining á launum og fríðindum starfsfólks ásamt tölfræðilegri samantekt á hverju ári. Jafnréttisáætlun skal reglulega endurskoðuð þar sem markmið í helstu verkefni sveitarfélagsins eru endurmetin en markmiðin skulu vera mælanleg og mikilvægt er að forgangsraða þeim verkefni sem vinna skal að. Orðið er laust jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta vísa áætluninni í síðari umræðu í bæjarstjórn, vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við hér komin að 5. og síðasta fundaliðnum í dagskránum breytingar og skipum fulltrúa í nefndum og stjórnum en hér að ræða breytingar í velferðarráði Reykjanesbæjar á vegum flokks umbótar
þar sem að Margrét Þórarinsdóttir mun fara úr ráðinu sem aðalmaður og biður forseti um tillögu að nýjum aðalmanni í ráðið. Ásta Kristín Guðmundsdóttir er lögð hér til sem aðalmaður í velferðarráð. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og er hún því sjálf kjörin. Nú kæru bæjarfulltrúar, sólin skín aldrei þessu vant og nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd. Fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og því lýsi ég bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar númer 679 hér slitið.